innilega til hamingju með sigurinn. Það var sett bara Mæsi Róna á og bara heppið upp. Hvernig var tilfinningin? Það var alveg fjórði og Ragnhildur Haraldsdóttir hjá mér allan tíman og gerði alltaf Það eru búin núna. Það var ótrúlega gaman. Það var ekki að sjá að hann er búinn að koma nokkru sinni hérna fram og hann virtist bara vera svo glaður og hress og bara til í verkefnið. Hvernig var hann svona með þér í þetta? Ég er búinn að reyna að passa mig að gera ekki of mikið. Það er rosalega auðvelt að með svona hest sem fer í svona marga greinar að þjálfa of mikið, gera hestinn þreyttan. Þannig að ég er búinn að passa mig rosalega mikið á því. Hafa hann ferskan, reyna að hafa þjálfunina eins skemmtilega og ég get. Fara í stuttar létta reiðtúra líka með og bara reyna að halda honum glöðum. Þetta er mikil sigur að sigra gæðingalist í meistaradeildinni. Þetta er nú bara held ég á við að sigra A-flokk. Hvernig undirbyrði fyrir þessa keppni? Ég bara, reyni að hafa hann sveigjanlegan og kenna honum allar þessar æfingar að svara fótunum mínum og almenn þjálfun bara. Þú komst í úrslit í fyrra og núna í ár sigrar keppnina glæsilega. Hver var svona helsti munurinn hjá þér og kannski hestunum? Hvað fannst þér? Mér fannst hann miklu betur stemdur núna af því ég var búin að passa mig á því að gera hann ekki þreyttan. Ég held ég hafi svolítið feilað á því í fyrra. Mér fannst hann þreyttur, orðinn svona aðeins mattur. Ég var kannski búin að gera aðeins svo mikið. Það er svo stutt á milli móta fyrir þessa hesta sem fara í svona margar greinar. En ég er búin að passa þetta rosalega mikið. Ég lærði alveg á því í fyrra. Þetta er góð reynsla í fyrra og bætir hestinn þá þetta árið. Þú framkvæmdir mjög svona erfiðar æfingar á honum. Hann var mikið safnar og stökki. Segðu okkur aðeins frá því hvernig þú kennir honum þetta eða hvernig þjálfar þetta bara heima? Hann er náttúrulega fyrsta lagi ofsalega flinkur á stökki bara eðlislega en ég svona reyna bara að spila inn á það og leik mér mikið með svona jafnvægisæfingar heima og leik mér að því hversu hægt ég get farið og hraðabreytingar og litlir baugar og honum finnst það gaman og auðvelt þannig að það er rosa gaman að leika sér með það og sjá hvað maður kemst langt. Það virkaði rosalega auðvelt og það virkaði eins og þú værir bara heima í góðum feeling. Er það eins eða er þetta bara eitthvað sem að þú setur á borð til okkar eða er þetta svona auðvelt og bara gaman? Í kvöld tókst mér að líða bara eins og ég væri heima, og ég náði að vera alveg svona í mómentinu og einbeitt og bara með honum. Það var ekkert stress og það var bara skemmtilegt. Það er alveg yndislegt að horfa á ykkur saman, reiðmennskan frábær, mjög nákvæm á öllum skiptingum og öllum æfingum. Er þetta eitthvað sem þú ert búin að undirbúa lengi fyrir þessa grein eða? Ég held að maður sé nú bara að undirbúa sig fyrir hana allan tíman meðan maður er að þjálfa hestana sína. Þú veist, við erum í þessar æfingar og gangskiptingar og allt þetta á hverjum degi, kannski ekki svona langt, svona miklu magni, en jú, hann verður bara betri og sterkari með hverju árinu og þetta verður auðveldara. Svona eitt að lokum, hvað er svo framöndan hjá ykkur Flóvent? Það er bara tölt og svo út í mótin. Gaman, landsmót kannski? Já, aldrei vinna.